Ég er komin hér í Útvík í Skagafirði til stórbóndans og kúabóndans Árna Hafstað. En hann er ekki bara með kúabú, heldur er hann hérna líka með brugghús og við ætlum að kíkja þangað inn og athuga hvað fær mann eins og hann til þess að vera bæði með kýr og bjórframleiðslu. Blessaður og sæll. Takk fyrir að taka á móti okkur. Hvort var þetta nú bjórbíllinn eða mjólkurbíllinn sem var að tæma hjá þér? Núna áðan? Já. Ég er rétt að vona að þetta hafi verið mjólkurbíllinn. Ég sá að hann tók strauðið beint út í samlagminnstokkusti, þannig að ég hugsa það, en nei, við erum ekki alveg orðin svona stórt tækið en þá. En dreymir þið það? Nei, minn draumur er nú svona hálfgerður martröð því að, sko, í aðra rundina þá dreymum við að vera stærri, en jafnframt að vera smár. Þannig að þetta er svona tógast aðeins á í manni, maður vill alltaf vera stækka sig eða auka eða bæta minnstokkusti, en maður vill vera lítill. En sko talmeinafræðingur og kúabóndi og með bjórframleiðslu líka, hvernig fer þetta allt saman? Djöfulega, þakka þér fyrir það. Á góðum degi þá fer þetta ágætlega saman. Kosturinn við það er að maður getur náttúrulega fleytt rjóman af hverju starfi fyrir sig. Oftast nær, minnstakosti í kúabúskapnum og hérna í brugginu. Þannig ég brugga bara skemmtilegustu bjórana og mjólka skemmtilegustu kýrnar, heyja á góðviðrisdögum og svoleiðis. En talmenn er ég alveg hættur að sinna þeim, en ég sinni heyrnartækjaþjónustu víða um land, sennilega á einum 20 stöðum. Þannig að það leysir mig enginn af því, en þannig að það þarf að taka þetta súra með þessu sæta. Já. Hvernig kom þessi hugmynd til að setja hér upp brugghús? Það er svo margir bjórar síðan að ég man það nú varla lengur, en einhvern tíma sagði ég að þetta hafi verið drykkfelldir nágrannar sem hefðu ýtt mér út í þetta. Og svo dýrir að fá það í heimsókn, en það var nú svona kannski tvennt. Annars vegar þá var þetta húsnæði að losna. Þetta var á þeim tíma fyrir 2-3 árum þá gegndi þetta hlutverki kálfahús. Svo í tilefni kreppunar fórum við að byggja kálfahús og kláruðum það 2009 og þá tæmdist þetta. Og ég vildi ekki henda því því að mér fannst þetta passa við heildarmyndinni hérna á bænum. En ég hafði ekkert hlutverk og fór að innrétta þetta upp á nýtt, sem sagt skiptum hurðir og glugga og gólf og loft og nánast allt saman. Og á sama tíma þá fór Jóhann, félagi minn og núverandi bruggari, við fórum saman til Danmerkur á námskeið til þess að brugga frá grunni. Gerðum það fjandi vel, minnstakosti var ekkert mál að klára afurðirnar. Og í framhaldi af því fórum við að fikta í bílskúrnum, það sem er nú ekki leyfilegt nema í útlöndum. Og okkur þótti það takast líka vel og héldum svo áfram og fórum á stærra og víða meira námskeið í Bretlandi. Og sá sem að kenndi okkur þar er bruggari á brugghús og hann er líka í því að selja innmat í brugghús víða um heim. Og það endaði með því þegar að loknu einhverju dagsverki og við vorum búin að ná okkur af timburmönnum gerdagsins að þá ákvað ég að kaupa af þessum kalli brugghús, eða sem sagt innmatinn hérna og það var úr og hálfu ári síðar þá kom hann við annan mann og setti upp tækin. Eigum að færa okkur að sjá þessi tæki? Já, þetta er frá honum komið? Þetta er frá honum komið, já. Hérna er sem sagt, fer suðan fram og hérna getum við soðið 1200 lítra af bjór í einu, ef hann er ekki sterkari en 4,6%. Já. Síðan er vökvanum dælt hingað yfir í það sem að gerjunin fer fram og hún gerist í þessum töngum. Þeir eru svolítið mismunandi að gerð eftir því hvaða bjóra við erum að gera. Byrjaði þetta samt ekki allt bara með einum bjór? Byrjaði þetta með gæðingi? Þetta byrjaði með 2. Þetta er allt saman gæðingar náttúrulega. Og þó ég eigi engan hest, þá hef ég oft gortaði því að ég sé sá maður sennilega í heimi sem sel flesta gæðinga. En það byrjaði með 2 bjórum. Við byrjuðum með gæðing lager og gæðing stát. Og svo hafa bæst við og núna við erum hættið með gæðing lager. Hann var svona vandræðabarn og hvað gerum við þau? Við bara losum okkur við þau.
Það hefur bæst við fleiri bjórar. Við erum ennþá með Geðing Stout og Geðing Pale Ale sem okkar mest seldi bjór. Síðan erum við með hveitibjór sem tiltölulega nýlega komin á markað og India Pale Ale sem við köllum Tuma Humal og svona, finnst mér okkar flaggskip þó að við seljum ekki mest af hann, þetta náttúrulega dýrari bjór heldur en hinir. En þetta hefur gerst hratt, það bara örfa ár síðan þetta var bara hugmynd í kollinum. Þetta að verða 3 ár, þetta er 2,5 ár síðan við, þetta fer að verða 3 ár síðan við brugguðum fyrsta bjórinn. Það gerðist í lok janúar fyrir 3 árum. Og þetta hefur stækkað, við höfum aukið töluvert framleiðsluna og jafnframt söluna, við höfum ekki þurft að drekka aukningana alla sjálf. Ekki eins og kannski byrjun eða? Nei, einmitt til þess að koma þessu einhvern veginn út. En svo núna þá það svona ýmislegt í pípunum en það nú ekkert orðið neitt að veruleikar, engin stóratriði ennþá. En við erum samt að bæta við okkur, við erum að fá tanka, þannig að við tvöföldum það bil tankapláss hérna inni. Hvaðan færðu þá? Þeir koma frá vinum og bræðrum okkur í Kína. Kunna þeir svolítið að brugga? Nei, þeir kunna ekkert að brugga en þeir kunna að kópíera ágætis tanka og smíða það fyrir lítið verð. Og við tökum þátt í þeirri spillingu allri? Spillingu og kaupum það af þeim. Síðan erum við að fara í leyndamál sem fer nú örugglega ekkert lengra heldur en hingað og það að við erum líka að fá dósaátöpunarvél. Hún komin til landsins og bara á leiðinni hingað norður. Og við stefnum á að koma með fyrsta dósabjórinn á markað í 1. mars. En hvernig hefur þér gengið að koma bjórnum á bara kútum inn á veitingastæðina? Það gekk nú brösulega í byrjun og eftir að ég þó loks komst inn á einn bar sem seldi eitthvað að einhverju marki og sá barskiptum eigendur sem losuðu sig við mig ásamt öðru örbrughúsi, þá sá ég að þetta var eiginlega nánast ógerningur að komast inn á þá bari þar sem stóru brugghúsin höfðu hreiðið það sig? Og í tilefni því þá opnaði ég bara minn eigin bar í Austurstræti sem heitir Mikrobar og það, minnst að kosti hingað til hefur sýnt sig að hafa verið gæfuspor. Bæði rekur sá bar þokkalega sjálfur en hann hefur líka haft töluvert mikið auglýsingagildi fyrir gæðing. Komið honum á kortið, ekki bara hérlendis, heldur líka erlendis. Ertu þá að fara í útflutning kannski? Ég aðeins þreifað á því, búinn að senda út 2 sendingar, eina litla til Danmörkur og eina örlítið stærri til Íslands og skilst, ég hef nú ekki alveg fengið svona nýjustu tölur en mér skilst að það gangi bara ágætlega en svo eru fleiri staðir sem að bíða eftir sýnishornum og annað lítill staður í miðborg Rómar og hann vill hafa gæðing og krana svo segir maðurinn minnst að kosti en það kemur mér í ljós, það verður mjög spennandi þó að það sé lítið verkefni en svo aðili í Bandaríkjunum sem hefur sýnt þessu áhuga og það alltaf mikið stærra ef að það verður og ég veit ekki nákvæmlega hversu stórt. Kannski getur maður skammta það sjálfur, ég veit það ekki alveg. Spennandi. En þú ert líka að hugsa heimamarkaðinn hér í Skagafirði, eða hvað? Já, ég get nú ekki alveg ráðið í hvað fólk kaupir sér í ríkinu en ég reyni að hafa áhrif á það með einum öðrum hætti, með kynningum og svoleiðis hérna í brugghúsinu og það hafa verið góða móttökur þar en það hefur verið erfiðar að komast á barina, minnst kosti með kranabjórinn og núna stefni ég á það að opna bar líka hérna á Króknum í gamla apótekinu sem við höfum nýlega keypt og erum að breyta þá meiningin að breyta því í hostel og bar eins og þessu sem þekkt fyrirmynd af og ég vona það að við getum opnað í Seljavíkunni í 1. maí eða þar bil og þá þennan bar og þar hugmyndin að vera með á krana aðalega bjór frá okkur sjálfum
þetta svona lokal og síðan að vera með kannski rjóman af því sem við erum með á mikróbar. Þar erum við með einar 200 tegundir af bjór og ég náttúrulega með ferðir alltaf á milli þar sem ég að ferja bjórinn þangað og það koma tómur kúta tilbaka og þá auðvelt að setja á það bretti eitthvað bjór sem ég vil hafa í sölu hérna, þannig að þá myndi ég samnýta þennan lager sem ég á. Gangi vel með þetta og takk fyrir að taka vel á móti okkur. Takk fyrir.